Benni, þetta var hörku leikur en það féll ekki hjá ykkur. Hvar myndirðu segja að þessi leikur hafi farið úr ykkar gripum? Við eigum náttúrulega hérna afleitan kafla. Við vorum á góðu flugi. Svo meiðist Hildur hérna á hné og það svona svolítið stuð á okkur líka og þetta leit ekkert allt of vel út. Og hérna þær koma bara held ég með 14-16-0 í kjölfarið og það var svolítið dýr kafli en sem betur fyrir kom svo bara þetta í ljós að þetta var meira í lærinu á henni heldur en í hnénu þannig að hún verður klár vonandi í næsta leik. Þessi leikur var svolítið eins og þið þjálfarar væri svolítið að velja ykkar bardaga á ætluðu að stoppa auðvitað körfurinn í teig, leyfa svolítið þriggjastaða skot. Var það eitthvað svona á endanum einhver svona þessar reið bakamun hérna? Nei, ég meina við lögðum áherslu að stoppa þriggjastaða skotin hjá þeim og þetta eru allt hörku skittur í þessu valsliði og flestar með yfir 40% þriggjastaða nýtingu þannig að það má ekki gefa þeim neitt. En það er alveg erfitt að reyna að stoppa helunin í teig og þurfa að dekka líka alla skitturna fyrir utan. Þannig að þetta er alltaf erfitt verkefni að dekka þetta. Þessi leikur, það var svolítið hiti bara á svona stemning sem var svolítið óvanur í október. Hvernig metur þú það? Já, ég held að þessi leikur sé bara það sem koma skal í kvennaboltanum. Það er ekkert að klappa hver annari hérna eins og kissum. Það er verið að taka á því, leikurinn hérna á móti Keflavík heima var bara svipað, bara harka og læti og þetta er bara, svona er bara kvennadeildin í dag, þetta er ekkert engin einhver svona pempíubolti ef menn halda það er bara átök. Darri talar að þessi lið eftir að mætast 8 sinnum í vetur, horfið þið á valsliðið sem svona ykkar helsta keppni þetta fyrir tímabil? Kannski seinna en í dag erum við bara að horfa inn á við og reyna að vera betri og svo bara metum við hvaða lið verða á vegi okkar þegar hérna líður á tímabili en í dag þá erum við bara nálgast alla leiki alveg eins og það er að spila betur og betur og betur og hópurinn fara að spila betur saman og ég held að sé bara alltaf svona hægri en réttri leið.